Já, mjög. Andrés Magnússon hérna læknir. Andrés, þú hefur, eins og ég sagði í kynningu þáttarins, þú hefur verið búsettur í Noregi, erst núna komin heim. Þú hefur verið að skrifa greinar í blöð vaxtamál sem hafa vakið mikla athygli og svona þungamiðjan í þessu sú að vextir séu, ja, beinlínis fáránlega háir hér á Íslandi og þetta sé mikil áþján að búa við þetta. Já, bara til þess að halda áfram það sem umræðan endaði á. Það þarf að fara 100 ára aftur í tímann til þess að finna annað tímabil þar sem vextir voru jafn lágur eins og þeir hafa verið undanfarin 15 ár í heiminum. En þetta er einmitt á sama tíma og bankar eru einkavæddar á Íslandi og þó að það lækkar örlítið vextir á Íslandi á þessum tíma, ekki nema lítið brotið sem þeir lækka í öðrum löndum og þá er því þakkað einkavæðingu bankana. En ég er býð í Noregi í 12 ár og er að borga þar kannski 4% af mínum húsnæðislánum. En svo kem ég heim til Íslands og kaupi íbúðir þá allt í einu að borga 12 eða 13%. Og ef maður skoðar síðustu 10 ár þá hefur það verið alveg konstant. Það bil 3-falt hærri vextir á Íslandi heldur en til dæmis í Noregi og ennþá lægri í Svíþjóð, bara sem sé í nágrannalöndunum löndunum. Og þá má ekki gleyma því að íslensku bankarnir eru að fá lánað frá nákvæmlega sömu aðilum og erlendu bankarnir. Þannig að þeir ættu að geta lána okkur tilbaka á sömu kjörum. Og til dæmis eru íslenski bankar að kaupa banka, til dæmis í Noregi, og eru þar að lána út á 1/3 af því sem eru að lána okkur Íslendingum. Þannig að þetta er orðið bara eins og gamla einokunin, að það eru sem sé Íslendingar sem að ráða, við getum bara veslað við Íslendinga, ekki erlendis, og við verðum að kaupa vöru sem er 3-falt dýrari en aðrar þjóðir þurfa að gera. Og þetta er réttlætt. Þetta er réttlætt með því að stýrivextir eru svo háir á Íslandi. En hvað eiga bankamenn að gera þegar þeir geta fengið lán erlendis á 1-2% vöxtum, eins og þau gátu fyrir 1-2 árum síðan, eða taka lán frá Seðlabankanum með 14% vöxtum. Hvort heldur þið velji frekar að taka lán á 2% vöxtum erlendis frá eða frá Seðlabankanum á 14%. Þannig að stýrivextir Landsbankans, eða stýrivextir Seðlabankans, þeir gera ekkert annað heldur en að réttlæta geysilega háa húsnæðisvexti bankana. Og áhrifamáttur Seðlabankans í gegnum íslensku krónuna er ekkert sérstaklega mikill vegna þess að meir en 80% af fjármálaumsviðum í landinu fer fram í erlendri mynt. Það er bara við fátæklingarnir, við Íslendingarnir sem að óbreyttu launamenn sem erum að nota þennan gjaldmiðil fátækamannsins. En hvað finnst þér, hvað áhrif hefur þetta á almenning í landinu, það sem þú kallar fallna hermenn efnahagsundursins? Já, henn óbreytta hermann efnahagsundursins. Það er sem sé ákveðnir menn sem taka sér feitan sneið af þessari köku, en það gleymist stundum hin hliðin á þessu, að ungt fólk til dæmis, ég var að tala við mann bara fyrir 2 tímum síðan, sem kemst ekki í skóla, af því að hann, eins og hann segir, bernskubrek, fór einhvers staðar yfir á korti eða tók lán sem er mjög auðvelt að fá á Íslandi. Og þú bara, menn komast ekki út í því. Menn er að borga og höfuðstóllinn lækkar ekki neitt. Og ég vil óska þess að í hvers skipti sem ég kemur viðtal við forstöðumenn girðingardeildanna eða aðra bankamenn sem eru mærðir mjög, eða hafa verið mjög mærðir í fjölmiðlum, að væri líka mynda bakhliðinni, það er að segja fólki sem er að kikna undan þessu. Þetta er algjör óþarfi. Ef við varum með þessa greiðslubyrði sem á íslensku greiðslubyrði og varum að borga í erlenda banka, þá væru 2/3 hluti þeirra sem er að borga núna skuldlausir. Allavega meir en helmingurinn væri búin að klára lánin sín. Þannig að þetta er algjör óþarfa skattur og það er auðvelt að reikna út hvað þetta er mikið. Því að vaxtamunurinn hefur yfirleitt verið 10%. Núna á Íslandi sem sé það er auðveldst að reikna með óverðtryggðu lánum Glitnis sem eru 15-16% og erlendis eru þetta 4-5-6% og þetta er sami munur og hefur verið öll þessi ár, það eru 10%. Og húsnæðisskuldir landsmanna, ef því sem ég fæ gefið upp hjá Seðlabankanum, eru það bil 1000 milljarðar. Og 10% vaxtamunur eru, sem sé 10% af 1000 milljarðar, það sé 100 milljarðir, sem er okkar aukakostnaður fyrir að versla við íslenska banka. Síðan borgum við líka alls konar kostnað af vaxtavöxtum, af neysluskuldum og verslunin þarf líka að bera þessa vexti og við borgum dýrari þjónustugjöld og svo framvegis. Þannig að það má gróflega tvöfalda þessa tölu. Þannig að hverju ári erum við að missa það bil 200 milljarði til bankana sem þeir fá ókeypis startkapital.
og þetta er mjög geysilega há tala og ef við reiknum með þessu 100.000 fjölskyldur í landinu að þá erum að tala um allavega 1 milljón að ráðstöfunartekjur fólks á hverju ári sem fyrir hreinan óþarfa bara vegna þess að við viljum versla við íslenska banka en ekki erlenda. Fyrst og fremst út af þess gengisáhættu. Ef þú tekur lán í erlendri mynt þá getur þú vaknað þegar einn morgun að gengið fallið 10-20% og þú hefur tapað, ég sem sé þú tekur 10 milljónir í húsnæðislán. Þú ert búin að tapa kannski 1-2 milljónum á nokkrum vikum meðan gengið að síga þetta 10-20%. En þú segir einhvers staðar að ef annars staðar í heiminum þá myndu ríkisstjórnin sitja á stöðugum neyðarfundum yfir svona ástandi. Stýrivextir upp á 14,5% eins og er búið að vera lengi á Íslandi. Það er neyðarúrræði í flestum löndum. Það er meiri sér 10% stýrivextir taldir algjört neyðarúrræði og bara þegar sem sé yfirvofandi eitthvað stórslys. En þetta er viðvarandi ástand í Íslandi. Enda hef ég ekki trú að því að þetta sé alvörunni gengi á krónun. Ég þori ekki að taka erlend lán vegna þess að genginu er haldið upp af stýrivöxtum sem aðrar þjóðir ekki skilja. Og þetta er nú eitt kostnaður okkar við þessa háu vexti. Síðan kemur annar kostnaður. Það er nefnilega ef maður lítur á tölur frá Seðlabankanum á þessi tímabili frá því að útrásin hófst, þá er nettó eignastaða, ekki skuldir, heldur nettó eignastaðan er það bil mínus 150 milljarðir. Nettó eignastaða þjóðarinnar? Þjóðarinnar, já. Skuldir og eignir í útlöndum og skuldir og eignir útlendinga á Íslandi. Hún var 150 milljarðir fyrir 1995, í dag er hún 1500 milljarðir. Og þá er spurningin, það gerir á fjölskyldu cirka 15 milljónir. Hver borgar ef bankarnir fara á hausinn? Og ég er búinn að skrifa Seðlabankanum nokkrum sinnum, ég fæ ekki svör, en það er allavega á hreinu að einhverju leyti eru skuldir bankanna, þær eru ríkistryggðar. Þannig að einhverju leyti mun þessu verið velt yfir okkur. Þessum rosalegum gróða sem þeir hafa verið að taka sér, það endar á mínu borði. En þú setur náttúrulega miklar spurningar í skrifið sem þú sendir mér og það verður gaman að hefur ekki beist en þá. Þú setur miklar spurningar það hvort að þessi íslensku viðskiptamenn eru jafn snjallir og þeir eru, að þeir hafa ekkert verið að ávaxta sitt pundin sérstaklega vel í útlöndum. Þetta er það sem kallar að kissa vöndin. Mér finnst svolítið sárt að þeir eru að leggja með svona háar álögur. Svo þeir eru líka að lesa í blöðunum að þeir séu rosalega snjallir. Ef maður les bara tölur frá Seðlabankanum, ef maður les skýrslur frá Seðlabankanum, það stendur svart á hvítu að íslenski viðskiptamenn, þeir hafa ekki verið að standa sig nógu vel erlendis. Skuldirnar hækka hraðar heldur en gróðinn. Vextirnir á skuldunum eru meiri heldur en tekjurnar og eignunum. Og til dæmis í Bretlandi þá er neikvæði viðskiptahalli, en vegna þess að viðskiptamenn þar geta hafa góða ávöxtun af sínum erlendu fjárfestingum, að þá er nettó eignastaðan óbreytt. Þetta er akkurat öfugt á Íslandi. Eignastaðan er bara vond í útlöndum. Eignastaðan versnar miklu hraðar heldur en viðskiptahallinn. Og ég get, ef þú skoðar grunntölur Seðlabankans, það er aldrei nein merkis að við nokkuð þannig verið nokkur útrás. Þannig að nettó eignastað er alltaf verri. Og Ísland er langskuldsettasta landið í heiminum. Þannig að útrásin er bara einhver þjóðsaga? Útrásin er orður sem er búið til að gylla þessa starfsemi. Það er nú annað mál, en það er við verið spilað rosa mikið á þjóðerniskennd í þessari útrás. Við erum bak við strákan okkar, þetta er okkar lið og við stöndum með þeim og þetta er útrás, þetta er glæsta, þetta er efnahagsævintýri, þetta er efnahagsundur. Þetta hefur aldrei séð stað í hagtölum frá Seðlabankanum. Staðan nettó eignastað útlönd hefur alltaf farið versnandi og hríðversnandi og Ísland er langskuldsettasta landið í heiminum, allavega á hinu vestræna heimi. Til dæmis er talið mikið ógnun við efnahag heimsins svakalega neikvæða eignastaða Bandaríkjanna. Hún er 35% í mínus. Við erum 200% af vergri landsframleiðslu. En á meðan geta bankarnir blokkað okkur svona eins og þeir gera? Já. En auðvitað vill maður standa við sína banka, en eins og í stríði með sína menn, þeir eru bara búin að lemja svo okkur sjálfum, búin að lemja á þjóðinni sinni að maður erfitt að baka upp. En það er náttúrulega eins og þú segir einhvers staðar að Íslendingar eru að streða fram á 11 við að greiða lánin sín, meðan fólk er löngu búið að klára það í útlöndum.
þetta eru mikla pælingar. Ég þakka kærlega fyrir að koma hérna. Þakka þér fyrir að fá að koma. Tók að við og ég ætla að þakka ykkur líka því hlustuðu með andakt á eins og ég.